Komið þið sæl. Björg Ingadóttir heiti ég og er menntaður fatahönnuður og hef starfað sem slíkur síðastliðin 33 ár. Nú í vor útskrifast ég sem listkennari frá Listaháskóla Íslands. Að kenna fatahönnun eða fatatækni finnst mér óhugsandi nema ég geti kennt nemendum mínum að vinna á sem sjálfbæran hátt frá hugmynd að framleiðslu vöru eða þjónustu. Undanfarin ár hef ég markvisst skoðað hvernig ég get sjálf orðið sem sjálfbærst í starfi mínu sem hönnuður. Viðfangsefni lokaverkefnis var að rannsaka og miðla möguleikum í nýjum stafrænum leiðum í fatahönnun og fataframleiðslu. Ég skoðaði nýja möguleika sem styðja við jákvæðari fata- og textíliðnað sem geta nýst tískuhönnuðum og nemendum í fatahönnun til þess að gera vinnuferla þeirra sjálfbærari á tímum aukna krafna skilvirkni og sjálfbærni út frá umhverfissjónarmiðum. Ég velti fyrir mig hvernig handverk, hönnun, sköpun og fagurfræði og tækni færa stöðugt nær hvort öðru og hvernig fatahönnuðir og fatahönnunarkennsla geti notfært sér þá miklu tækniþróun sem hefur komið fram á sjónarsvið síðastliðin ár. Ég beiti aðferðum starfsmenntarannsókna þar sem ég skoða mínar eigin vinnuaðferðir með það í huga hvernig ég get hagnýtt stafræna tækni og þrívíddarforrit við fatahönnunarvinnu með því að huga að fjölbreyttum þáttum sjálfbærni þróunar út frá bæði hagrænni sjálfbærni og hvernig minnka megi vissspor í hönnunarvinnu með nútímalegum vinnubrögðum með áherslu á þrívíddarhönnunarforritið Kló. Ég fjallaði hvernig fleiri og fleiri hönnunarskólar eru loksins að byrja að breyta námskrám og uppbyggingu náms af fullum þunga í tískuhönnun með sjálfbærni í huga. Einnig fjalla ég tækninýjungar í tískuiðnaðinum sem styðja við sjálfbærni. Í niðurstöðuköflum tengi ég eigin reynslu af nýjum tæknilegum vinnubrögðum og greini frá hvernig ég tel að hönnun fatnaðar gegnum stafræna ferla nýtist fatahönnuðum til sjálfbærni og styðji við minni sóun. Í lokakafla tilgreini ég hvaða möguleika ég sé í hönnunarkennslu með þrívíddarforritinu Kló. Starf fatahönnurins er yfirleitt nátengt fataframleiðslu. Hönnunarferlið er ekki alltaf eins, en það snýst alltaf að forma hugmyndir og gera það tilbúnu til framleiðslu. Hvort sem verið að framleiða fáar einstaka flíkur eða fleiri þúsundir. Vissspor fatahönnurins liggja aðallega í pröfuferlinu sem geta verið misjafnlega mikið og langt. Í hefðbundnu hönnunarferli frá hugmynd að tilbúinni samþykktur flík fyrir framleiðslu geta verið margar ferðir milli landa með pröfur frá hönnuði til framleiðanda. Oft eru gerðar margar ónotaðar pröfur, jafnvel í nokkrum litum og stærðum. Þar getur verið notað óhemjumikið magn af efni, tvinna og öðru sem þarf til að gera flík, margar vinnustundir, flugferðir og bílferðir. Valkvíði getur hrjáð fatahönnun svo aðra og oft er erfitt að útiloka lit útfærslu efni sem geti hugsanlega komið vel út. Þess vegna er niðurstaðan stundum sú að gerðar eru fleiri en færri pröfur. Að geta skorið niður í pröfugerðarferlinu styður því verulega við minni sóun og minnkar vissspor hönnuðarins. Stafræn þrívíddar fatahönnun og pröfugerð er ein af þeim lausnum sem styðja við sjálfbærni og draga úr sóun. Möguleikar í stafrænni fatahönnun eru miklir. Með stafrænum verkferlum geta hönnuðirnir sent sniðið stafrænt milli landa, keypt stafræn efni til að vinna með í þrívíddarhönnunarhermum, formað hugmyndir sínar og gert sniðin. Flíkurnar eru einnig saumaðar í forritinu og hægt er að gera mismunandi pröfur, til dæmis gera flíkina einlita eða mynstraða, prófa alls konar efni og liti, raða flíkinni með öðrum flíkum, prófa flíkina á mismunandi stærðum af sýndarlíkömum og prófa að sauma flíkina á mismunandi vegu. Hönnunarhugbúnaðarfyrirtæki í fataiðnaðinum standa fyrir rannsóknum og vinna því að safna saman stafrænum upplýsingum eiginleika efna og byggja þannig gagnagrunn yfir efni sem hægt er að flytja inn í þrívíddarhugbúnað til sjónrænnar sköpunar. Munurinn á tvívíddarmynd og þrívíddarmynd er sá að á bak við þrívíddarmyndina er mikið magn af nákvæmnu og flóknu gagnamagni sem þarf til að framleiða flík. Þessi hönnunaraðferðafræði er gerlegt að kenna í fatahönnun og taka upp í litlum fyrirtækjum í dag. Það að innleiða tæknina er einn af lykilþáttum í því að finna lausnir á gömlum vandamálum fyrir tískuiðnaðinn, þar sem það má ekki bara endurtaka sömu formúluna aftur og aftur. Það eru mörg og fjölbreytt verkfæri inn í forritinu sem hægt er að nota til þess að hönnunin, sníðagerðin og saumaskapurinn gangi vel, eins og til dæmis margagerðir af efnum, hnappagötum, tölum, rennilásahausum, reimum, smellum, auk títuprjóna og straujas. Tæknin styttir einnig verulega vöruþróunarferlið og flýtir að sama skapinu verulega fyrir að gera á næstu línu.
þar sem sníðabankinn eykst og mjög auðvelt að vinna út frá fyrra sniði. Einnig auðvelt að skipta verksmiðjur eða sniðin eru hjá hönnuðinum og hann getur sent þangað sem honum hentar hverju sinni. Færni í þrívíddarforritum að mínu mati nauðsynleg fyrir hönnuði í dag. Í stafrænni þrívíddarfatahönnun hægt að skera niður prufurnar án þess að skera niður möguleika og tilraunir í sköpuninni. Þetta eru nútímaleg vinnubrögð sem ýta undir sjálfbærni, draga úr sóun og styðja við að fatahönnuðurinn geti unnið við það fag sem þeir mennta sig í. Margir hafa áhyggjur af því að handverk sé á undanhaldi og störf tengd handverki verði lögð niður og tækni taki algjörlega yfir. Handverk og hefur verið í stanslausri þróun sem styðst við margs konar tækni og vélar. Þegar tæknihandverk unnið í sýndarveruleika eins og til dæmis fatahönnun, líkist upplifun á margan hátt líkamlegri upplifun eins og við þekkjum hana. Staðreyndin að fatahönnun orðin stafræn og þá ekki aftur snúið þar frekar en í öðrum greinum. Sem betur fer hefur hringrásarkerfi fyrir textíl orðið betra og betra. Flestir sem vinna á sviði hönnunar og framleiðslu virðast vera sammála að nýta verði auðlinda vel í hönnun og framleiðslu með eins umhverfisvænum aðferðum og unnt er. Einnig þarf að vera hægt að losa sig við vörurnar án þess að náttúran og komandi kynslóðir þurfa að takast á við neikvæð umhverfisáhrif. Hugtök eins og frá vöggu til vöggu, hringrás hönnunar og sem minnstur úrgangur verði til í framleiðslu virðast vera þær stefnur sem flestir eru sammála að séu mikilvægastar þegar vara hönnuð og framleidd. Mikið af áhugaverðum nýjungum og lausnum eru komnar fram í textílframleiðslu. Ég ætla að tala um eina þeirra hér. Fyrirtækið HK Rite sem hefur í samstarfi við japönsk stjórnvöld unnið að lausnum síðan 12 ár fyrir textíliðnaðinn við endurvinnslu á notuðum fatnaði aftur yfir í textílefni. Fyrirtækið fékk Red Dot hönnunarverðlaun 2019 fyrir verkefnið Garment to Garment, en fyrirtækið farið að endurvinna fatnað þannig að fólk getur komið flíkina sína til fyrirtækisins og hún fyrir 3 til 5 daga endurvinnsluferli. Eigandi fatnaðarins getur valið útlit og þræði og nýja hönnun út frá stafrænum skrám og látið gera nýja flík úr gömlu flíkinni. Þetta allt gert í 12 feta gámi sem komið fyrir inn í verslunarmiðstöð, án þess að vatn eða eiturefni fari út í umhverfið. Forsvarsmenn fyrirtækisins vonast til að geta stækkað vinnsluna upp í 10 tonn á dag nú árið 2020. Margar spennandi hugmyndir hafa komið fram á seinustu misserum nýsköpun í fatahönnun. Tískuhús sem til dæmis framleiða engin föt í raunheimum og leggja áherslu á að fyrirtæki vilji einungis vinna með stafræna hönnun, nota stafræn módel og gera stafrænt kynningar og markaðsefni. Með því engu sóað nema stafrænum gögnum og ekkert notað nema ímyndunaraflið. Viðskiptamódelin hefur líka verið snúið við hjá nokkrum fyrirtækjum þannig að hagkvæmast fyrir neytendur að panta fatnað áður en hinn raunverulega framleiðsla á sér stað og ekki möguleiki að versla útsölum. Með þessari aðferð reynt að minnka sóun við óþarfa framleiðslu. Þannig eru fatahönnunarfyrirtæki farin að kanna nýja möguleika fyrir viðskipti sín sem allt annað veruleiki en flestir þekkja í dag. Einnig eru stafrænar vörulínur seldar fyrirfram jafnvel áður en ein einasta prufa hefur verið gerð eða efni framleitt í raunheimum. Þetta mjög jákvætt út frá umhverfissjónarmiðum miðað við hefðbundna hönnunar og framleiðsluferli. Nýsköpun og hagnýt þekking felur í sér áherslu á að skapa eða búa til eitthvað nýtt, sem og endurbæta það sem þegar til staðar. Nýsköpunar og frumkvöðlaháttur mjög áríðandi á einstaklingum í eins fámennu landi og Ísland er. Með nútímalegri og sjálfbærri aðferðum í fatahönnun með tækni í forgrunn eykst frumkvöðlaþáttur og kjarkur hönnuða og nemenda. Þar sem þeir sjá mun fleiri möguleika í mismunandi tækifærum tengdar störfum í fatahönnun þegar þeir eru farnir að vinna með öflugri verkfæri í vinnu sinni sem síðar skila sér út í samfélagið. Sökum mikilla tilfærsla og breytinga í atvinnulífinu nauðsynlegt að vera á varðbergi og draga úr misræmi á milli þeirra færni sem kenndir í fatahönnun og þeim kröfum sem gerðar eru í fatahönnunarstörfum í dag. Hönnunarskólar víða í heiminum vinna að því að bæta námskrár og bæta nýjum námsleiðum með það í huga að takast á við nútímaleg hæfileikamarkmið í menntun, sem og þróa ný viðskiptamódel. Það að taka þátt í þróun náms lykilatriði til að halda í við þarfir iðnaðarins og tækifæri fyrir nemendur. Verkfæri tölvutækninnar auka stórlega áhrifamátt hugans og tölvutækni hefur breytt hugsunarhætti fólks. Núverandi þekkingabylting styður við og styrkir getu hugans í gegnum tækniframfarir og nýsköpun. Stafræn sníðagerð og þrívíddarprufugerð hefur nú lykilhlutverk í námskrám í mörgum af bestu hönnunarskólum heimsins.
Út frá sjónarhorni sjálfbærni eru þessar aðferðir verulegur kostur þar sem engin þörf er á að gera raunverulegar frumgerðir. Nemendur eru þjálfaðir í sníðagerð og læra áhrif og val á efni og sjá hvernig það kemur út á þrívíddarlíkömum. Þrívíddarhugbúnaður breyti því hvernig hönnuðir vinna, sérstaklega með tilliti til nákvæmni því hvernig hönnun passar sem flík. Mikilvægt er að útskrifa nemendur með hæfileika til að hugsa nýstárlega. Það er gert með því að færa fagurfræðina og tæknina saman og kenna nemendum að vinna með tækni til að hjálpa þeim að þróa sköpunargáfu sína. Það er mjög góð tilfinning að geta unnið með hugmyndir sínar og hreinlega hent út því sem ekki virkar, án þess að hafa notað efni, farið í ferðalög eða sent prufur milli landa. Þegar flíkar tilbúnir á kominni því að gera kynningarefni eru möguleikarnir mjög margir. Hægt er að taka ljósmyndir í ljósmyndastúdíóinu í forritinu, einnig er hægt að gera myndbönd og byggja upp heilu tískusýningarnar. Þessar tískusýningar er hægt að láta fara fram á tískusýningapöllum sem koma með forritinu eða búa til bakgrunn og ljósmyndum, teikningum eða stafrænum myndböndum. Ég er búin að sjá mjög glæsilegt markaðsefni gert í Kló-forritinu. Myndbandslistamenn hafa unnið frábæra vinnu með fatnaðinn og forritinu. Landslag hönnunarsviðsins er að breytast mikið og hratt. Þetta getur þýtt meiri atvinnutæki fyrir færa, duglega íslensku hönnuði sem tileinka sér ný vinnubrögð. Undirbúningur undir framleiðslu á fatnaðinum fer fram eftir að flíkurnar eru myndaðar og markaðsefni gert. Þá þarf að aðlaga sniðin fyrir framleiðslu eins og til dæmis setja saumför, búa til stærðir og ákveða hvað á að framleiða. Miklu möguleikar liggja í nýjungum sem forritið hefur kynnt en það er netverslun sem hægt er að máta stafræn föt í. Tel ég að þegar það verður orðið víða eigi það eitt og sér eftir að draga verulega úr sóun. Staðreyndin er sú að með lækkuðu verði á fatnaði nennir fólk ekki að máta og kaupir oft bara eitthvað. Ég hika ekki við að segja að vinnubrögð í fatahönnun í sjónrænni sköpun í þrívíddarsýndarveruleikum séu umhverfisvænni og sjálfbærari en sköpun í raunheimum. Ég segi líka að stafrænar lausnir og sýndarveruleikur séu orðin nauðsynlegt verkfæri fyrir fatahönnuði. Og ég segi líka að það sé munur á sköpun í stafrænum heimi eða í raunheimi. En er það verra eða er það betra? Eða kannski minni sköpun eða meiri sköpun? Ég gæti trúað að mikla vangaveltur eigi eftir að verða þessi málefni á næstu misserum. Staðreyndin er að loksins er fatahönnun orðin stafræn. Ég get ekki séð að það haft neikvæð áhrif á sköpun í þeim greinum þar sem listamenn samþætta stafræna möguleika við þekkingu sína og reynslu. Breytingarnar eru hraðar og miklar á flestum sviðum í dag. Talað er að þeir sem eiga auðveldast með að aðlagast hröðum breytingum næstu ára séu þeir sem eiga eftir að ná bestum árangri á vinnumarkaðnum. Stafræn hönnunarforrit verða stöðugt öflugri og kennsluefni verður einfaldara og betra. Ég tel engan vafa leik á því að þetta eru leið sem stuðlar að minni sóun og styður við ábyrgari atvinnuveg. Í þessari rannsókn minni hef ég séð mikið af spennandi hugmyndum að lausnum sem eiga eftir að styðja við jákvæðar breytingar innan tískuiðnaðarins, sem draga verulega úr sóun og álagi á náttúruna, efla hagkerfið með margs konar lausnum fyrir fyrirtæki og umhverfi. Mér finnst sérstaklega spennandi að sjá hvernig hringrás fatnaðar hefur styðst og orðið umhverfisvænni með því að draga úr fyrstu gerð efnis, samhliða því að endurvinnsla efnis hefur orðið öflugri. Þrátt fyrir að mikil óvissa sé út af COVID-19 þá tel ég og vona að þessi stöðnun sem á sér stað núna í heiminum verði til þess að við hendum enn frekar og hraðar fyrir borð úreltri hugmyndarfræði og tökum úr sjálfbæri viðskiptamódel og innleiðum nýja tækni bæði í menntakerfinu og atvinnulífinu sem dregur úr sóun. Ég er bjartsýn fyrir hönd þeirra sem vilja vinna sem skapandi hönnuðir því að loksins sé ég að helstu hönnunarfyrirtæki og hönnunarskólar eru byrjaðir að taka sjálfbært áskorunni föstum tökum út frá atvinnulífinu og umhverfismálum með mismörgum og viðamiklum breytingum. Þetta þýðir að það er ekki bara spurning hvort, heldur hvenar sjálfbærar aðferðir og áherslur skila sér út í atvinnulífið og þá í leiðin út í neysluhegðun almennings. Takk fyrir að hlusta.